Verðið velkomin í Kaffikrókinn, hlaðvarpsþátt félags atvinnurekenda. Ég heit Ólafur Stephensen og er framkvæmdastjóri FA. Þessa dagana fæ ég til mín hérna í Kaffikrókinn stjórnmálamenn sem kynna stefnu flokkana sinna hvað varðar fyrirtækin og atvinnulífið fyrir kosningarnar og svara nokkrum laufléttum spurningum. Hjá mér í dag Bergþór Ólason, þingflokksformaður Miðflokksins og oddviti í Suðvesturkjördæmi. Vertu velkomin. Takk fyrir það, gaman að vera komin. Ég er búin að vera að skoða kosningaáætlanir ykkar. Þær eru nú svona fá orðar kannski hag og rekstrarumhverfi fyrirtækja nema hvað þið segja að þið ætlið að ýta undir einkaframtakið og verðmæta sköpun í landinu. Það hljómar vel í okkar eyrum. En ég held að sko, það verður auðvitað svona skoðast í samhengi við þetta bara svona þær línur sem við höfum lagt á undanförnum árum og þær ganga auðvitað mjög mikið út á minna bákn, einfaldara regluverk, minni sóun og þarfum til göttunum sem ég held að hugnist atvinnurekendum og fyrirtækjum landsins býsna vel, holt og bolt. Já, ertu búin að vera mikið að fara í fyrirtækin og spjalla við atvinnurekendur? Maður fer alltaf minna en mann langar en sem betur fer töluvert. En það er mikið að þessa dagana en svona ég held að ég taki kannski meira frá samtölunum sem maður verið átt bara á undanförnum brá kjörtímabilinu og þar finnst mér tónnin vera í rauninni sko allstaðar sá sami að bara regluverkið og umhverfið sé sífellt að verða meira íþyngjandi. Það eitt eru færibandið sem hinga best frá Brussel en síðan gullhúðunin eða blýhúðunin eftir því hvort við köllum það ofan á það og við sjáum nú bara hérna núna í síðustu viku fund það sem var verið að fara yfir til að mynda bara vaxtakostnað sem liggur á íslenskum heimilum og fyrirtækjum vegna svona sérstaklega íþyngjandi regluverks hér heima gagnvart bankaumhverfinu þegar staðan er svo að það samsvarar heilu prósentustigi þá er það ansi dýr teppalagning yfir hagkerfið í heild sinni. Sko þetta er náttúrulega allt hlutir sem við heyrum frá okkar félagsmönnum og ekki síst þetta með regluverkið. Það er bara það sem einhvern veginn gengur illa að vinna þrátt fyrir fögur fyrir. Sko, ég las einmitt í ályktun flokksráðsfundarins ykkar sem var í síðasta mánuði að þetta einfalda regluverkið draga úr framleiðslu letjandi gjöldum, hjálpa litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Og þetta hljómar allt mjög vel. Þið auglýsið líka að við gerum það sem við segjumst alltaf að gera og við höfum gert alltaf áður til þá vorum við vantarlega að vísa til ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs 2013 til 2016. Vissulega uppgjörum við kröfuhafana og leiðréttinguna og öll þau stóru verkefni sem var gengið til þá. Sko, sú stjórn var nefnilega með mjög flotta stefnu einföldur regluverks og það átt að búa til það reglu að það færi ekki ný regla nema önnur jafn íþyngjandi færi út. Þó ég hef ekki verið í þeirri í stjórnmálum þá man ég vel eftir því og heildaráhrifin fyrir fyrirtækin átti að vera jákvæð. Svo tók ráðgjafarnefnd opinberar eftirlitsreglur þróunin á kjörtímabilinu út og niðurstaðan var svo að þróunin var í hina áttina og regluverkið þyngdist. Þannig að þetta er spurning sem ég spyr eiginlega bara alla sem koma hér í Kaffikrókinn. Hvernig náum við fókus á þetta mál? Hvernig er eiginlega hægt að vinna þessa þungu reglubyrði niður? Ég held að það sé algjört lykilatriði að einmitt setja fókus á þetta með það fyrir augum á árangri vegna þess að það mun auka svo svigrúm okkar til að gera margt annað gott. Þetta liggur eins og mara á íslensku atvinnulífi, þetta íþyngjandi regluverk og Sigmundur Davíð formaður Miðflokksins kom nú inn á það hjá Stefán Einari í spursmáli Morgunblaðsins í síðustu viku að þetta sé þannig gerðarverkefni að það eigi líka að sækja sko okkar öflugasta fólk utan stjórnkerfisins til að aðstoða við þetta. Hann sagði nú sérstaklega að hann hefði ekki rætt við þá en nefndi tvö nöfn sko eins og Heiðar Guðjónsson og Guðmund Fertram sem svona þeirra gerðar aðila fyrst Elon Musk er upptekinn. Já, fyrst Elon Musk er upptekinn sko og Vivek okkar maður og sko við þurfum að nálgast þetta verkefni bara með þeim hætti sem þarf og þá verða menn bara vera tilbúinir að láta slettast aðeins á sig mögulega tímabundið en ég held að það verði þannig gagnafið vel tekst til að það verði gott til allra framtíðar því að ég held að menn muni sjá þetta svo fljótt þegar sko starfsfólk fyrirtækja getur hætt að eyða orkunni í eitthvað sem allir vita engu skilar og farið í það að framleiða betri vörur eða hagkvæmari verði að veita betri þjónustu eða hvað það er fyrirtæki geti einbeitt sér að því sem er þeirra kjarnastarfsemi. Þannig í staðinn fyrir að biðja embættismenn að smyrja minna ána regluverkið og verði fengnir menn úr atvinnulífinu til að
taka til. Það er óskastaðan en þá verður líka að hafa stjórnmálamenn sem hafa kjark til að klára málinn til enda og þar höfum við góða sög að segja frá tímabili Sigmundar Davíðs í forsætisráðuneytinu hvað varðar stóru málin sem þá voru lögð fram. Þá auðvitað voru ákveðin mál sem maður hefði vilja sjá ganga hraðar fram en svona mönnum verður nú að virðast það verður að virða mönnum þetta í vorkunnar að stóru málin fengu auðvitað mesta fókusinn sko og þau kláruðust vel. Þetta er stórt mál. Í stefnunni ykkar eflingu matvælaframleiðslu þá kemur fram að þið viljið hækka tolla. Þið viljið segja upp tollasamningnum við Evrópusambandið sem var nú reyndar gerður í tíð stjórnar Sigmundar Davíðs og einn af frambjóðandanum ykkar Gunnar Bragi sem gerði hann. Já, nei, það var nú í rauninni Sigurður Ingi Jóhannsson formaður Framsóknarflokksins núverandi sem gerði hann og Sigmundur hefur nú sagt frá því að þetta var eiginlega fyrir neðan allar hallur sko að Sigmundur sem forsætisráðherra heyrir af þessu bara í fréttum að Sigurður Ingi hafi bara skrifað undir þennan samning sem virtist falla af himnum ofan. Já, Gunnar Bragi var nú í fréttatilkynningunni sko. Jú, en það er auðvitað fagráðherrann sem heldur á þessu máli með þekkja það sko. En já, hvað það? Þið viljið hækka tolla. Svo var ég að skoða kosninga átt af þetta viðskiptaráðs og þá ber svo við að þið segist bara mjög sammála því að afnema tolla á innflutt matvæli. Atriðið var nú reyndar leiðrétt. Það er uppfærð útgáfa af þessum kosninga áttavita á vefnum hjá viðskiptaráði núna. En hvað gerðist? Var það Sigríður Andersen sá þekkti baráttumaður fyrir afnámin tolla sem svaraði spurningum viðskiptaráðs? Það er auðvitað þannig að sko nú hefur þingflokkurinn verið 2 manna í heilt kjörtímabil og þá eru þetta og við erum svo heppnir að við höfum átt mjög auðvelt með að vera á svipuðu róli en auðvitað þegar flokkur vex og stækkar og kemur öflugt fólk úr fleiri áttum inn þá er auðvitað má búast í því að í einhverjum atriðum séu sjónarmið mismunandi en stefna flokksins liggur alveg fyrir og hún er að verja innlenda matvælaframleiðslu og partur af því er auðvitað tollarnir og það er auðvitað þannig að engin þjóð með sjálfsvirðingu held ég leyfi mér að segja minna Eistarnir hafi gert þetta svona, það er oft tekið sem dæmi en svona menn gera þetta ekki einhliða að afnema, menn gera þetta í einhvern samningaviðræðum það sem svona heildarmarkmið er haft í huga þannig að stefnan liggur alveg fyrir í þessum efnum og við leggjum mikla áherslu á hér sé stunduð góð og öflug matvælaframleiðsla og að teljum að það sé mikilvægt til framtíðar ekki bara sko gagnvart hagsmunum dreifiðu byggðana heldur bara landsins alls og íbúana. Það stendur fleira í stefnunni ykkar matvælaframleiðslu sem að kemur okkur kannski pínlítið spánstur í sjónir. Til dæmis að eigi að stöðva innflutning á ófrosnu kjöti, eggjum og ógerilsneyddum matvælum vegna sérstöðu landsins og mikilvægis matvæla og fæðuöryggis eins og það er orðað. Sko með þessu er þið náttúrulega bara að leggja til brot á EES-samningnum. EFTA-dómstóllinn er búinn að dæma í þessu máli og ferskt kjöt og egg hafa verið flutt inn árum saman og vandræðalaust. Núna á þessu ári eru sko íslenskir eggjaframleiðendur sjálfir búin að flytja inn 20 tonna af ferskum eggjum. Þannig að það eru nú allar áhyggjurnar sem þeir hafa af sérstöðinni og matvælaörygginu. Er þetta ekki bara svona, þú veist, svona populista pólitík að vera að stilla því innlenda upp sem hreinu og góðu því útlenda sem óhreinu og hættulegu svona eins og þegar formaðurinn ykkar segir fólki að elda ekki íslenskt hakk sem er komið í ljós að það er ekki góð ráðgjöf. Sko, staðreyndin er sú að þegar þessi umræða tekin á síðasta kjörtímabili þegar þessi innflutningur á ófrosnu kjöti og ógerilsneyddri mjólk og ferskum eggjum var leyfður þá sneri umræðan miklu leyti að í rauninni heilbrigðishlutanum sýklalyfja notkun og öðru slíku og þau sjónarmið sem voru til dæmis undirbyggð mjög rækilega af okkar helstu sérfræðingum í þessum sýklalyfjafræðum og ég hef kannski ekki að fara rétt með hugtakið en þau sjónarmið eru öll til staðar enn og við teljum að stjórnvöld hefðu átt að gera meiri til, eða svona leggja sig meira fram við það að tala fyrir því með hvaða hætti innlend matvælaframleiðsla er því að við sjáum bara þú eru örugglega séð þessa lista það sem er sporið saman til að mynda sýklalyfjanotkun hér á Íslandi samanborið við mörg þeirra landa sem að við erum að flytja inn matvæli frá og kannski og þetta er algjörlega svart og hvítt og það er þessi sérstaða sem er raunveruleg sem að við vildum verja og viljum.
það ég held að það sé varla á byggðu bóli. Með Myrnir að Norðmennir sé á svipuðu róli, en að öðru leyti þá er sýklalyfjanotkun til að mynda margföld mjög víða á við það sem hér þekkist. Ég held ekki að þið fullyrt að íslenskir eggjaframleiðendur væru sjálfur í miklu vandræði núna með að útvega viðskiptavinum sínum egg, þeir mætti ekki flytja inn ferskegg. Já, það er reglugerðarfarganið frá á færibandinu sem að orsaka það að þú þekki það nú væntanlega með hvað hætti þessi frambóðskortur hefur verið ítt undir hann með er það ekki kallað Astrid Lindgren ákvæði gagvart hænsnabúum. Það eru 9 ára gömul ákvæði. Jú, en þau eru ný innleitt hér þannig að og það eru þetta sitt sýnist hverjum hvort að hænunum farnist betur í búrum eins og sumstaðar hefur verið viðhaft eða í opnum rýmum þar sem að, og við þekkjum nú öll sögurnar af því þegar hæna deyr í slíkar aðstæður þá endar hún sem fóður. Hver er ykkar stefna varðandi breytingar á áfengislöggjöfinni og áfengisskattana? Þeir eru nú þeir hæstu í hinum vestræna heimi og ég var nú aftur að rýna í kosningaátt af þetta viðskiptaráðs. Nú veit ég ekki alveg hvort ég á að taka mark af því sem þar stendur frá ykkur. Ég skal bara svara en þar kemur fram að þið teljið að ætti að leyfa áfengisauglýsingar í innlendum miðlum og hætta rekstri átvr. Já, þannig vinkona mín og Sigríður Andersen auðvitað gesturinn hjá viðskiptaráði. Gagnvart áfengissölu þá við þeirrar afstöðu að það sé fráleitt annað en að íslensk fyrirtæki sem að skila hér sköttum og skyldum geti stundað þá starfsemi sem erlendum fyrirtækjum er heimilt að stunda. Í því samhengi segjum við bara, ef að erlend fyrirtæki geta stundað hér vefverslun, bara eins og heimilt er á grundvelli EES-samningsins, þá verði íslensk fyrirtæki að geta gert slíkt hið sama. Við erum ekki að tala fyrir því að áfengi verði sett í verslanir. Við teljum að þetta fyrirkomulag sem hefur kannski einhverju marki orðið sjálfsprottið bara út frá svona kýtingi gagnvart kerfinu Er það ekki bara því að löggjöfin misti alveg á þróuninni á markaðnum? Jú, bara Arnar í Sandi og fleiri hafa frumkvöðlar í þessum efnum fóru á stað og ég held að þetta hafi svona einhverju marki þróast með ágætishætti. Við höfum allir, hvað ætli síðu? 10.000, 20, óteljandi vefverslanirnar erlendu sem að menn geta átt viðskipti við. Það er fráleitt að banna íslenskum fyrirtækjum að gera þetta. En varðandi áfengisgjöldin, þá ég bara heilt yfir fylgjandi lægri gjöldum. Við erum einn skattpíndasta þjóð innan OECD, ég held við séum númer 2, við vorum þarna á síðasta í athugaði þegar var búið að taka tillit til þess hvernig lífeyrissjóðakerfið er fjármagnað og það maður sér til dæmis þegar áfengisgjöld eru hækkuð þá ekki reiknað með að dragi neitt úr áfengisneyslu. Fjármálaráðandi gerir ekki ráð fyrir því. Það veit að það er ekki raunin. Það verður bara hærri hlutfall af ráðstöfunartekjum fólks til þess arna. Þannig að þetta er ekki neyslustýring falin í því. Þetta er bara almenn skattheimta tekjuöflun fyrir ríkissjóð og mér hefur hún þótt hún gangur hói núna allangt skeið. Er einhverja rök fyrir því að vera með kannski 30-40% hærri skatta áfengi heldur en með Svíar eða Finnar? Ég þekki það ekki. Tölum aðeins með skatta, þannig að það rætt fyrirtækja skatta þessa dagana. Ég bara hef enn smá fyrirvara á kosningakompásnum en ég sé að miðflokkurinn ætlar að lækka tryggingagjald, lækka tekjuskatt lögaðila og lækka fjármagnstekjuskatt. Eru einhver fleiri skattar eða gjöld á fyrirtækin sem þið viljið lækka? Þú taldir upp tryggingagjaldið í byrjun, var það ekki? Tryggingagjald, tekjuskatt, lögaðila og fjármagnstekjuskatt. Já, þessu til viðbótar viljum við hækka endurgreiðsluhlutfall fyrir vinnu á verkstað við byggingu íbúðarhúsnæðis og þetta er nú svona kjarnaatriðin gagnvart fyrirtækjum og skattkerfinu. En síðan auðvitað ekkert síður mikilvægur þáttur hvað bara
rekstrarniðurstöðu fyrirtæki varðar er að draga úr þessum íþyngjandi kvöðum, kostnaði, gjöldum og þessu öllu sem við byrjuðum að ræða hér í þættinum varðandi það að svona vinda ofan af gullhúðun eða blýhúðun eða hvað við kallum það og síðan bara vera alltaf með þetta í huga hvernig stillum við af rekstrarumhverfi fyrirtækja þannig að þau geti einbeitt sér að því að búa til góða vöru á góðu verði og gera kúnnana sín ánægða. Þetta þarf alltaf að vera í forgrunni. Hvað finnst ykkur tillögur Samfylkingarinnar að loka EHF-gatinu? Það ég held að sú hugmynd sé byggð á misskilningi og ég held að mér finnst svona, ég kann ekki við þann tón að þeim sem standa í rekstri sé einhvern veginn svona holt og bolt heilt yfir svolítið brigslað að vera svona misnota kerfið í raun. Þannig að ég held að þarna sé Samfylkingin svolítið að mislesa stöðuna og svona að sama marki og mér finnst holt og bolt margir miskilja hvernig fjármagnstekjuskattur virkar sem að miklu leyti bara skattur á verðbólgu og menn sjá yfir 100% raunverulegan fjármagnstekjuskatt núna á þessum verðbólgu árum undanfarið en varðandi þessa nálgun að eins og þau kallaða hjá Samfylkingunni loka OHF-gatinu ég kann ekki við þessa nálgun svona prinsiplega og ég held að þarna séu þau að ofmeta mjög það sem umfang meints vandamáls og þetta er líka þetta er svona sama meiði og þessi tómthússkattur sem að mér svona hugnast ekki ég sé fyrir mér einhverja gluggagæja hér á orlofsíbúðum landið umkring ég held að við ættum að horfa til tekjuöflunar hins opinbera með öðrum hætti heldur en þessum tveimur leiðum. Sko talandi ríkisfjármálin þú skrifaði grein í Mogganadögunum að þetta skera niður í opinberum útgjöldum og þið ætlaði að ná hallalausum fjárlögum í fyrstu atrinu ef þið komist í ríkisstjórn. Það er rétt eins og Sigmundur Davíð og Bjarni Benediktsson gerðu með sín fyrstu fjárlög á sínum tíma. En það eru skilaboð sem Seðlabankinn þarf að fá að það séu komnir menn við stýrið sem að gera það sem gera þarf til þess að ná niður verðbólguvæntingum og þá fellur verðbólgan og vextir í framhaldinu alveg eins og steinn. Er hægt að ná slíkum árangri á þess að skera upp lögin réttindi og skyldur opinberra starfsmanna og draga úr uppsagnarvernd og öðrum svona sérréttindum þannig að það sé einfaldlega auðveldara að stjórna ríkisstjórnina? Ég held að það sé bara nauðsynlegt að jafna stöðun á milli markaðana hvað þetta varðar og við sjáum nú bara hver launaþróun hefur verið ef við berum saman markaðina tvo den almenna og opinbera markaðin að það gengur auðvitað ekki að launaþróunin hægist með þeim hætti sem verið hefur og í raun að hefur opinbera sé leiðandi í launakjörum er þetta hugmynd sem að hefði þótt galinn fyrir ekki löngu síðan og er það auðvitað en við finnum okkur í þeirri stöðu sem að við erum í núna og það hlýtur að kalla á að þetta verið tekið upp. Ég man nú eftir mig minnir að það verið Geir Haarde sem að opnaði þetta fyrir einhver tíman í fjármálaráðherratíð sinni og það mátti slapp vel að hann er ekki höfðinu styttri það var allt vitlaust. Þetta hefur lengi verið rætt en engin ríkisstjórn þorað. Nei, það en þetta er menn verða að skoða þetta í einhverju svona skynsemi samhengi það gengur ekki að ákveðin hluti kjara þróist með einum hætti en annar hluti pakkans með allt öðrum Þið í Miðflokknum studduð lagabreitinguna sem að undanþiggur kjötafurðastöðvar samkeppnislögum og það var nú voru tíðindi í gær þegar að héraðsdómur dæmdi þá breytingu andstæða stjórnarskránni en svona burt sér frá því atriði þá er að koma alls konar hlutir út úr þessari lagabreitingu sem ég leyfi mér bara efast að mann hafi séð fyrir þegar hún var samþykkt. Eitt af því er við horfum allir svo okkar félagsmenn sem að flytja inn kjöt. Þeir eru í beinni samkeppni við kjötafurðastöðvarnar sem eru líka flytja inn kjöt og eru orðnir stórir kjötinnflytjendur. Þessi fyrirtæki starfa á sama markaði, í sama business, keppum sömu viðskiptavinnina. Annars vegar geta menn haft samráð til dæmis verð, skiptingu markaða, refsilaust
á hinn bóginn geta menn farið í 6 ára fangelsi fyrir að tala saman. Annars vegar geta menn sameinast eins og þeim sýnist án atbeina samkeppnisyfirvalda. Á hinn bóginn, og þetta hafa þessi fyrirtæki mörg gert á undanförnum árum, keypt eða sameinast fyrirtækjum og þetta fari gegnum sko nálarauga samkeppniseftirlitsins með alls konar skilyrðum og svo framvegis, og fólk upplifir þetta bara, fólk í rekstri, sem hróplegt ranglæti. Finnst ykkur þetta allt í lagi? Sko, við höfum lengi talað fyrir því að það þyrfti að auka heimildir til samstarfsafurðastöðvana. Það er bara, þær eru litlar, við þekkjum þessa umræðu, þessi rök. Það eru svoleiðis heimildir í samkeppnislögum. Já, sko, já, en og þarna, það hittir nú þannig á að ég var ekki í þinginu akkurat þegar þetta var afgreitt. Ég bara verið að fletta upp hvort ég var erlendis eða hvernig það var, en í öllu falli, þá hefur afstaða Miðflokksins verið sú og væri svo ef það er undið ofan að þessa fullu, að það ætti að auka heimildir afurðastöðva til samstarfs, og það er bara rökstuðningunum þar eru auðvitað bara smæðmarkaðar og það sé ekki verið að gera sama hlutin allstaðar og það allt saman. Þarna í þessari breytingatillögu sem að atvinnuveganefnd gerir, eða meiri hluti atvinnuveganefndar, netinu kastað nokkuð víðar og í raun kannski koma á daginn miklu víðar heldur en að kannski margir áttuðu sig á. Já, þið áttuðu ykkur væntanlega ekki á því að þetta hefði til dæmis þessar afleiðingar, eða þær afleiðingar að bændur væru þvingaður út úr fyrirtækjum, sko. Það var hliðarafurð, ekki nokkur vafi, og ég hef nú komið inn á það, ég verð nú að viðurkenna að ég man ekki hvort það var í þingræðu eða hvort það var í sjónvarslausum 50 dögum hlaðvarpsþætti okkar í þingflokki Miðflokksins, að ég hafði einmitt áhyggjur af því að svona þessi mikla breyting væri gerð inn í nefnd, því að þetta var auðvitað gjörbreyting á málinu, og ég hafði gagnrýnt það áður að matvælaráðherra þáverandi Svandís Svavarsdóttir hefði í rauninni sko horfið frá því sem að við höfum talið vera áformum að svona hnykkja á þessari heimild til samstarfsafurðastöðva, og þessar áhyggjur mínar voru auðvitað tilkomnar af akkúrat því sem að verður raungerðist í gær, að þetta væri í rauninni svo mikil breyting á málinu að það væri ekki talið farið gegnum 3 umferðir. Þetta fór heldur ekki neitt áhrifamat eða nýtt umsagnarferli eða neitt slíkt, þannig að menn í grunninn getur verið sammála því, menn bara vissi ekki hvað þeir voru að gera. Burt sér frá þessu tiltekna máli, þá er það algjörlega óþolandi inn í þinginu hvað áhrifamat og sérstaklega kostnaðamat frumvarpa er oft brogað. Maður, sko, ég er nú sérstakur áhuga maður sjöttu grein greinagerðar hvers frumvar sem að er kostnaðamat, áhrifamat er að kalla. Það er bara kostnaður ríkisins, það er ekki kostnaður fyrirtæki. Það er akkurat mál. Það er auðvitað algjörlega fráleitt að slíkt mat liggi ekki fyrir, allavega sé ekki gert tilraun til þess að leggja mat á kostnað fyrirtækja. En kostnaðamat ríkisins er líka oft á tíðum tómt rugl, tóm vitleysa, og þetta er, og maður við meira þess að gengi svo langt að þvinga mál inn til nefndar á milli umræðina til þess að fá sko rétt svona vitrænna kostnaðamat. Það er alltaf þannig að það er bara sendt beint út aftur og segja bara, við spurðum mennina sem gerðu kostnaðamatið, þeir setja sér rétt. Þetta er auðvitað ekki boðlegt. Heldur að þessi dómur í gær leiði til breyttra vinnubragða í þinginu? Sko, ég held að hluti af vandamálinu sé auðvitað þessi ósamstæða, óstarfhæfa ríkisstjórn sem við setið uppi með hérna í 7 ár. Ég held að sko meining Sjálfstæðis- og Framsóknarflokksins hafi verið að svona opna á þetta aukna samstarf. Svo gerist þetta með þessum hætti. Ég held að það hefði farið miklu betur á því sem kom nú reyndar á daginn í morgun að atvinnuveganefndinni hafði verið ráðlagt að leggja fram sér bara frístandandi mál, og það mál hefði þetta bara tel ég líklegt að hefði farið í gegnum þingið, sko, og það hefði væntanlega farið í gegnum þingið með atkvæðum Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Miðflokks sem dugar. Þannig að þetta er og þannig vildi ég sjá málið afgreitt í byrjun, og þá hefur öll þessi sjónarmið komið fram og málið eflaust einmitt fókuserað á þessar heimildir til aukið samstarfs. Síðan eru öll viðbótin sem hefði þá komið til svona gaggrínnar rýni. Já, þið og ekki síst þú hafið talað mjög eindreiði gegn frumvarpi Þórdísar Kolbrúnar utanríkisráðherra lagfæringu og innleiðingu
bókuna 35 við EES-samningin. Já, já. Í okkar huga hérna í skeifunni, þá þetta nú einfalt sko. Við teljum EES-samningin mikilvægasta milliríkjasamning sem Ísland hafi gert. Hann hefur fært bæði borgurum og fyrirtækjum á Íslandi gríðarlega miklar hagspætur og það er mjög mikilvægt fyrir fyrirtækin að þessi tryggt að sömu reglur sko gilda á öllu efnahagssvæðinu og það getur byggt rétt sína þeim fyrir íslenskum dómstólum. Og það er náttúrulega það sem að frumvarp Þórdísar Kolbrúnar á að tryggja að gildi sömu reglur eins og við náttúrulega undirgengumst þegar við samþykkjum EES-samningin. Og þið talið eins og þetta snúist fullveldi og sjálfstæði Íslands. Ég las í vikunni grein eftir Davíð Þór Björgvinsson, lagaprófessor, þar sem hann segir stjórnmálamenn sem tala gegn bókun 35 virðast sumir ekki hafa áttað sig á að grunneðli EES-samningsins er að hann veitir einstaklingum og aðilum í atvinnurekstri aðild að sameiginlegum markaði ESB og þar með fyrst og næst réttindi á þessum kjölfestumarkaði Íslandinga þar sem búa 450 milljónir manna. Líka skyldur. Að sjálfsögðu líka skyldur, það fylgdi. En ég held samt að fyrirparturinn af þessu sé ekki réttur hjá honum. Ég held að þið skiljið þetta alveg. En svona að popúlista hætti svolítið, þá nýtið ykkur vanþekkingu almennings að þessum málum til að þyrla upp svona einhverju málduðri og kynda undir þjóðernishyggju og ótta við eitthvað erlent vald. Er þið ekki bara að fiska í því gruggu á vatni í rauninni? Nei, þannig er þetta miskilja þetta. Sko, í fyrsta lagi þá hefði EES-samningurinn aldrei komist á koppinn fyrir 30 árum síðan, hefði þessi nálgun verið lögð á borðið þá. Þannig að ég held að það skipti máli bara að menn átti sig á upphafinu í því samhengi. Síðan er auðvitað það í eina aðra röndin er sagt, þetta skiptir engu máli, það er ekki verið að gera neitt með þessu. Það er engin raunveruleg breyting að verða. Nú ok, þá skulum við bara sleppa þessu, ekkert mál. En sko það sem við höfum verið að gagnrýna meðal annars í þessu er að þarna er verið að leggja til fortakslausa lögskýringarreglu til framtíðar og fortíðar sem teppaleggur yfir íslenskan rétt með þessum skilningi og við teljum þetta var athugasemdalaust í allan þann tíma sem við þekkjum á 3. áratug er þetta í meginatriðum athugasemdalaus innleiðing og það er þannig að ég held að sko og þeir sem að þeir sem að telja þetta vera kjarnaatriði til þess að EES-samningurinn svona fáist viðhaldið mér hefur ekki þótt þeir svona setja fram samfærandi rök í þeim efnum bara í því ljósi að fyrstu rúmu 2 áratugina af líftíma þessa samnings og í rauninni obban af líftímanum í heild sinni þá hefur þetta gengið ágætlega með þeim hætti sem rammaða var inn í byrjun og var eins og ég segi forsenda þess að samningurinn komst á og þannig að ég held að þetta sé nú að miklu leiti svona kannski undir orpið einhverju leiti svona mannabreitingum sem hafa orðið og þarfam til göttunum þannig að við erum ekkert að fiska í gruggu vatni, við bara sjáum ekki ástæðu til þess að setja reglur settar hér heima, unnar hér heima í annarsætið gagnvart reglunum að færibandinu fyrir Brussel við náttúrulega að segja eitt sem er mikilvægt í þessu og þetta ærir mig á köflum inn í þingi að regluverkið á færibandinu ef að þú heldur að sko, það hafi verið broguð meðferð á utanumhaldi meirihluta atvinnuveganefndar varðandi breyting á búvörulögum þá er það algjört bara smotteri við hliðin á hversu veik skoðun regluverksins er þess hluta sem kemur á færibandinu fyrir Brussel. Já, við getum nú tekið undir það sko með gullhúðunina það er síðan enn annað sko. En varðandi sko bókun 35 sem sagt þar að segja að EES-reglurnar er enni gildi þá hefur bara réttarþróunin verið svo að þessum 30 árum að dómstólar sko hafa ítt jafnvel sko ákvæðum meginmáli EES-samningsins til hliðar vegna þess að það er önnur íslensk lagaregla sem þeir að horfa á og þá getur hvorki fólkni fyrirtæki byggt rétt sinn á samningum sko. Og þá er botnin dottin úr því sem lagt var upp með fyrir 30 árum þar að segja að það væri raunverulegt einsleitt efnahagsvæði. Það er að minnsta kosti okkar afstaða hér. Já, akkurat við kannski deilum ekki alveg þeirri skoðun en ég held að sko þrátt fyrir það sko ef menn halda allar lagadeilur verður sögunni með þessu
þá það mikill misskilningur bara sennilega svo stæðst í málinu öllu ef að menn halda að þarna verði allt í einu hægt að bara tepparleggja með einhverju sængu verið sáttar yfir öll deilumál viðskiptalífsins innbyrðis og við opinbera. Það verður ekki þannig. Það verður, ef ekki jafn mikið þá sem aldrei fyrir sko. Tæplega, en eins og ég segi, það þá að minnstakosti ætti að vera nokkurn veginn tryggt að reglurnar séu, það gildi sömu reglur í öllum þessum ríkjum. Jú, en þarna þurfum við auðvitað að taka tillitið þess sem að í forgrunni alltaf og gaf okkur tækifæri til þess að klára okkur af Icesave-slagnum, uppgjörnum kröfum, fleiri slíkt. Við erum sjálfstætt fullvalda ríki og fyrirkomulega eins og hefur verið teljum við vera ágætt og við að viðhalda því. Nú er alltaf tíminn hlaupinn frá okkur, þannig að þá kemur loka spurningin. Af hverju ættu atvinnurekendur sem eru nú býsna margir, hátt í 30.000 samkvæmt tölum Hagstofunnar, margt að mikilvægasta fólki landsins, að akkur ættu þeir að kjósa Miðflokkinn í komandi kosningum? Það áhersla okkar á það að ná tökum á ríkisfjármálunum skiptir í rauninni mestu máli að því að það hefur áhrif á allt hitt. Leið og við náum tökum á ríkisfjármálunum með grjóthörðu aðhaldi í ríkisrekstrinum, þá munu verðbólguvæntingar falla, verðbólgan og vextir í framhaldinu alveg eins og steinn. Þetta mun síðan ýta undir það að við getum farið að haga málum okkar skynsamlega, hvað ráðstöfum ríkisfjármuna og stóðkerfana og þess að það varða. Við verðum að vera með verðmætasköpun í algjörum forgangi. Forsenda þess auðvitað framleiða hér meiri orku, meira rafmagn. Og það hefur nú gengið svo illa að það bara þyngri en tárum taki að hér í þessu landi allsnægta í þeim efnum séum við í rafmagnsskorti. Síðan eru þetta að því að allir atvinnurekendur eða margir þeirra eiga þekkja eða eiga börn sem vilja komast út á húsnæðismarkaðinn, þá viljum við í framhaldi þessara kosninga endurvekja séreignarstefnuna á Íslandi gagnvart húsnæðismálum, að það sé meginregla að fólk eigi sitt eigið þak yfir höfuðið, sem var nálgun sem gekk svo vel áratugum saman, en meira og minna allar aðgerðir stjórnvalda undanfarið 7 ár hafa gengið út á það að gera fólk að leiguliðum. Staðreyndin er sú að 90% þeirra sem eru í leiguhúsnæði vilja ekki vera í leiguhúsnæði og við höfum að fara vind ofan að þessu. Allt mun þetta verða mögulegt þegar við náum tökum á ríkisfjármálunum, framleiðum meiri orku og nálgumst verkefni samfélagsins út frá því að hér geti fólk verið í meira öryggi heldur en áður var. Og síðan gagnvart fyrirtækjunum einum og sér, þá þetta bara þessi áhersla okkar á að vinda ofan af gullhúðun, blýhúðun eða hvað sem við köllum það, einfaldara regluverk, draga úr þessum íþyngjandi gjöldum og kostnaði sem að einhvern veginn hefur verið einhverju sjálfstýringu árum og áratugum að mörguleiti saman sko. Þannig að ég held að ég geti sagt, ef að við í Miðflokknum fáum afl til þess að hafa raunverulega áhrif í ríkisstjórn hér eftir kosningar, þá verður þetta mikils gagns fyrir þá sem að standi í fyrirtækjarekstri á Íslandi. Bergþór, þakka þér fyrir komuna í Kaffikrókinn. Takk fyrir boðið. Og þakka ykkur fyrir að horfa og hlusta.